Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Stefán Þór Sæmundsson, skáld og kennari í Menntaskólanum á Akureyri, var að gefa út nýja ljóðabók á dögunum, Upprisa. Stefán mættur til mín og við ætlum að spjalla bókina. Sæll Stefán, velkomin. Sæl Rakel. Þú varst einu sinni íslensku kennari minn, þannig ég kannast aðeins við þig. En það er svolítið langt síðan og við ætlum að tala um bókina þína sem er nýkomin út fyrirgefðu. Þetta er pínlítið uppgjör við ýmislegt. Getur það ekki passað? Jú, hún gæti alveg heitið uppgjör eins og Upprisa. Já, á kápunni er þetta ekki örugglega sólar upprás? Þetta tvær sólir í Mývatnssveit síðastliðinn vetur og við getum túlkað þetta hvort tveggja. Já, en skulum vona að sólin sé að rísa upp í lífi mínu og lífi margra. Já. Þetta er ekkert endilega bara persónulegt en samt hlýtur skáldskapurinn að litast af eigin reynslu og svona því tímabili sem maður skrifar á. Það er að gerast í kringum mig og þá sem ég þekki, það eru margir í þeirri aðstöðu að eiga sárt að binda á einhvern hátt og þurfa lítið eigin barm og þurfa jafnvel að þiggja hjálp, taka leiðsögn til þess að rísa upp. Það er svolítið svona þema í bókinni er bæði átaka við fíkn og ást og slíkt. Já, ég neita því ekki að ég hef glímt sjálfur við fíknsjúkdóma og bæði áfengi og lyfjafíkn og það litar mitt viðhorf, mitt líf og einnig hef ég kynnst meðvirkni og svona þessum þáttum sem eru oft í kringum fíknsjúkdóma, bara andlega erfiðleika þess vegna. Og svona mín reynsla og reynsla fólk sem ég þekki, hún svona seitlar inn í mörg ljóðin og það er ekki þannig ég ætlaði að fara að skrifa eitthvað, heldur fór þetta bara að gerast, kannski að því ég er búinn að öðlast einhverja fjarlægð frá erfiðleikunum og komin í svona jafnvægi og sátt og þá allt í einu get ég farið að tappa af þannig ég geti haldið áfram með eitthvað annað, haldið áfram að lifa. Já. Og þess vegna ég vil ekki endilega segja að þetta sé allt ég og þetta sé eitthvað persónlegt auðmikið ég eitthvað svoleiðis, heldur bara þetta er sammannlegt að glíma við svartnættið og sumir þurfa að fara niður til þess að komast upp aftur. Þannig að þetta ætti vonandi að, ég sé ekki hjálpa, en svona margir ætti geta fundið sig í þessum ljóðum. Fundið sig einhvern veginn þarna í og einmitt kannski, þetta lýsir kannski svona einmitt þinni, eða ekki bara þinni, ferðinni þarna niður og svo aftur upp. Já, og það er líka fegurð og ást þarna á ferðinni. Sem betur von, þetta er ekki tómt svartnætti. Nei, og mikil náttúru ást líka. Já, það er, ég veit ekki hvort ég má sýna ég hef verið að taka talsvert af ljósmyndum og hér úr Eyjafirði til dæmis og hef svona samið ljóð eiginlega myndirnar. Já. Og þetta eru ljóð úr Upprisu einmitt og ég held að ég hef komist að því bara á allra síðustu árum hvað náttúran er virkilega fögur og maður þarf ekki að fara til Bali eða Cinque Terre til þess að finna fegurðina. Hún er hér allt Ísland, meiri segja hér í Eyjafirði, jafnvel hér á Akureyri. Já, jafnvel. Eða bara í eigin garði, eða heim í stofu. Það er kannski líka, og bara hugarástandið líka. Já, fegurðin er komin miklu nær og einhvern veginn opnust augum mín fyrir svo mörgu fallegu og þetta er svona held ég bara í meginatriðum tilgangur lífsins er að reyna að finna bestu útgáfuna sjálfu sér. Því ef ég er í lagi, þá er allt í lagi kringum mig, þá eru allir í lagi. Já. En ef fíflunum fer að fjölga, ef fíflunum fer að fjölga í kringum hann, þá þarf maður að fara að líta eigin barm og gera eitthvað í sínum málum. Já, því maður ber ábyrgð á sjálfum sér.
Já. Þú setur bókina upp í svona hálfgerða kafla. Já. Geturðu lýst því aðeins? Það byrjar á sveiflur. Eru þetta eldri ljóð eða? Sveiflur er allt ljóð sem er ort í vetur. Það er allt í vetur? Og mest í jólafríinu. Já. Og þetta er eitthvað sem kom mjög óvænt, ásótti mig og hélt jafnvel fyrir mér vöku. Og kannski að því þetta er fyrsta jólafríði held ég sem ég man eftir síðan ég byrjaði að kenna fyrir 25 árum. Út af því að núna klárum við prófin fyrir jól. Já. Og ég var ekki með ritgerð að bunka með mér í jólafríðinu. Já. Þannig að allt í henni bara... Vissir ekki hvað þetta er að gera við tíman? Hafði tíma fyrir sjálfan þig? Já, hafði tíma fyrir sjálfan mig. Já. Og þá fór þetta svona að streyma fram. Og þetta eru, já, vissulega sveiflur sem hafa orðið í mínu lífi og annarra. Eins og bara ljóð eins og bitta eða snúra, vera hengdur á snúru, þetta er svona ákveðnir orðaleikir. Já. Eða eins og kolfinna, það er svona orðaleikur sko, finnir þú kol, svartan hund í óskilum, máttu eigan, ég þarfnast hans ekki meir. Já. Það er þessi svarti hundur sem er svona tákn fyrir Já, hann kemur fram nokkur sinnum í bókinni. Já, svona geltandi. Og krafsandi eitthvað. Já, og já, hundur í óskilum er náttúrulega kannski líka orðaleikur. En mér langaði til þess að fá þig. Síðasti parturinn af bókinni, nefnilega, heitir Upprissu von. Og þú setur þetta svolítið upp eins og 12 spora kerfi. Tilhuglega. Þú sagði mér það, ég er ekki bara svona klár. Hérna, mér langaði til þess að fá þig, til þess að lesa fyrir okkur númer 8 og númer 9. Já, vissulega þetta er 12 skrefum, sporum, 12 köflum og það eru margir sem einmitt ná bata í gegnum einhvers konar sporaferli. Byrja á því að viðurkenna vanmátt sinn og þiggja hjálp og eftir það getur leiðin leið upp á því. 8 og 9 segir hún. Já, 8. Að gefast þau upp er gamalreynd trú. Það gerir þinn hlut alltaf örlítið minni, en kannski er vonin hinn sanna sú að sigra hið illa með uppgjöfinni. Að vita sinn vanmátt og lífsins brot er vísasta leiðin að öðlast bata. Allt sem þá hafði þér komið þrot þagnar og vill með þér leiðin að rata. Takk fyrir þetta. Ég get allavega tengt við þetta og ég held að flestir bara geti tengt við það að einmitt sigurinn er oft falinn í að gefast upp, að viðurkenna vanmátt sinn. Það er bara svo erfitt. Það á við svo margt. Já, erfitt þegar maður er Íslendingur, erfitt þegar maður er karlmaður. Já. Þú veist, er ég einhver lúser? Já, ég má ekki tala um tilfinningarna mínar. Nei, alls ekki og verða að vera sterkur og allt það. En stundum er styrkleikinn fólginn í því að hætta fara svona í gegnum lífið og bara sleppa. Já. Og og endanum lifa og njóta eins og sagt er í góðu kveði. Já, þetta er mjög góð lokaorð. Takk kærlega fyrir komuna, Stefán, til hamingju með bókina. Takk. Og bara gangið vel. Takk sömuleiðis. Takk.